Þetta var helli, Tóki. Þetta var alveg mögnuð hérna. Jú, þeir eru svona sölkilmöld, strákar. Góðan daginn. Góðan daginn. Dísa, þú ætlar að pakka fyrir okkur, eða ekki? Ég borga einfenni. Jæja, hvað segir þið? Takk fyrir að stoppa fyrir okkur. Það var lítið. Geturðu séð að þetta sé okkur að 300 krónur? Veit það meira? Það hlaut að vera. Já, það vantaði einhvað upp á. Það vantaði einhvað upp á. Það er þú sem var eitthvað ungur strætóbílstjóri, myndi ég segja. Svona í yngri kantinum, já. Hvað ertu gamall? 23. Jaha, hvað ertu búinn að keyra strætó lengi? Bara rétt rúm 2 ár. Já. Er gaman að keyra strætó? Það er ágætt. Góðan dag. Nei. Þetta er konur sem var í dorga, hún veit hennan. Einu sinni sá ég lax í kjöldinu. Eða silung. Hörðu, hérna... Já, er gaman að keyra strætó, myndirðu segja það? Það er ágætt. Já. Þú ert búinn að keyra sem þú varst 21? Já. Bara nánast sama dag og ég fekk prófið. En hvað kom til að þú tókst þetta próf? Það var nú bara aðalega að hugsa að geta haft einhver atvinnuréttindi. En, já, hvað finnst þið skemmtilegast við að keyra strætó? Er það fólki sem kemur og talar við? Eða er það að keyra stóran bíl? Ætli það sé ekki bara að fá að keyra stóran bíl. Takast á við það verkefni. Finnurðu fyrir mikilli valdatilfinningu? Já, maður er náttúrulega með stórt tæki í höndunum og það er að bera ábyrgð á því og farþegunum. Myndirðu segja þetta sé mikið ábyrgðarstarf? Já, það er það. Og þú ert líka að bera ábyrgð á farþegunum, er það ekki? Þeir eru veikir eða eitthvað? Jú, samkvæmt umferðarlögum þá ber ég ábyrgð á farmi og farþegum. Já, það er engin ábyrgð. En ég meina, og ef eitthvað kemur upp á ert þú ekki þá með eilíkt samviskupið? Til dæmis þú lendir í árekstri eða eitthvað? Það hlýtur að vera, sem betur fyrir er nú verið laus við það, hingað til. Já. En hefur þið hugsað að gera neitt annað en að vera strætóbílstjóri? Það verður bara tíminn að leiða í ljós. En hefur unnið eitthvað annað? Ertu menntaður einhverju? Já, ég er nýútskrifaður kennari. Hvað kennarðu? Ég lærði smíðakennari. Og af hverju ertu ekki að kenna frekar en að keyra strætó þá? Þú lagðir í 30 ára nám? Það kannski segir eitthvað launabaráttu kennara. Já, þú væri til dæmis í verkfalli núna værir að kenna. Öllum líkindum. Ég minnist þess ekki að strætóbílstjórar hafa neitt verið í verkfall. Nei, það var smá verkfall í sumar. Já, ok. En hérna, hvað er svona leiðinlegast við að keyra strætó? Er eitthvað leiðilegt? Það er kannski mest erfiðast þegar það er hálka og erfið færð. Já. En maður þá spyrja það einu, sem er kannski svolítið viðkvæm spurning. Fylgja strætóbílstjórar alltaf umferðarreglum? Það er misjafn sauður í mörgu fé. Það verður ekki á því komist. Svindar þú stundum umferðarreglum? Maður verður því miður stundum að keyra á einhverju gráu svæði. Heyrðu, þetta líst mjög á. Það er alveg fullt af farþegum að koma í strætó. Já, mér sýnist það. Hæ! Takk. Frægur maður í strætó. Það fyrir vinnuna? Ég var fyrir vinnuna. Já, við líka. En gaman. En, segð mér annað, er mikið að fólk svona, þú veist, sé eitthvað að vingast við þig á leiðinu sem þú keyrir og kjafta við þig? Nei, það er nú sem betur fyrir ekki mikið það. Finnst þið leiðilegt þegar fólk er svo við tala við þig? Það fer náttúrulega eftir í hver það er. Við erum náttúrulega skemmtilega. Sjálfsög. Sko, já, hérna, en kannski ættum við að setjast því að stendur hérna viðræður við vagnstjóra í akstri bannar. Kannski erum við eitthvað... Þetta er alltaf ekki leiðilegt. En ásamt gaman að spjalla við það. Sömuleiðis. Við erum einmitt á leiðinni í vinnuna nefnilega og... En við bara takk. Og við höfum svo áhuga á öllu ungu fólki. Gott. Sannlega. Og öllu fólki. Ok. Hörðu. Og Halldór Ástríðsson, hvað stefning hafa rætt við danska og spænska ráð? Hæ. Hvað segir þið? Ég sé hann því. Hæ. Hörðu. Þú ert að fara í vinnuna eins og við? Já.